Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við heyrum það stundum hér á Samstöðinni að við séum ekki nógu duglega að tala við ungt fólk og það er alveg rétt. Við viljum að ræða núna pólitík ungra jafnaðarmanna eða ungs jafnaðarfólks. Málefnið er það einkum, eða allavega til að byrja með, að þar er verið að brjóta blað með forprófkjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarnar eða borgarstjórnarkosningarnar í Reykjavík í fyrsta skipti og ég held að séu 6 frambjóðendur sem er að berjast 2 sæti og þau 2 sem að verða hlutskörpust fara svo inn í pottin í síðar. Þannig að þetta er nýlunda og eru komin hingað Jóhannes Óli Sveinsson eða Jóli eins og við kallum forseti ungs jafnaðarfólks, ekki satt? Jú, heldur betur. Og Sofía Svanhvít Árnadóttir, þú ert varaforseti. Já. Takk fyrir að koma, velkomin. Takk hérlega. Hvernig af hverju er mikilvægt að ungliðar fari í forprófkjör og svona kveði sér hljóðs með þeim hætti sem þið eruð að gera hjá ungu jafnaðarfólki? Sko, þetta er þetta bara viðbrögð við því að ungt jafnaðarfólk hefur ekki árangri í prófkjörum hjá Samfylkingunni í Reykjavík. Já, það er bara þannig. Já, og ég meina, við höfum held ég einu svona ungan borgarfulltrúa, eða borgarfulltrúa undir 35 ára á 2017. Nú, er það tölfræðin? Já, ég meina, Dagur náttúrulega kom ungur inn hjá Reykjavíkurlistanum. Já, svolítið langt síðan. Já, og þegar við tölum með þetta, við teljum Reykjavíkurlistanum bara með þegar það hendar, sko. Þannig að segjum bara sem er ótrúlega skrítið, ég meina, það er ekki svo sem skortur á flottu ungu fólki í flokknum, sko. Og við erum duglega að bjóða okkur fram, sko, en fólk hugsa svona þannig að það kannski þurfi bara að kjósa einn ungan, skilurðu. Og síðan restinn bara meðaldra fólk og þá, þú veist, bara komist það ekki inn, sko. Vandamáli hefur svolítið verið líka bara að ungt fólk hefur verið svona að dreifa sér á frambjóðendur og hefur ekki alveg skýrt hvar við hefum ekki verið náðu strategísk bara. Nei, einmitt. Og það er líka máli sumir hefur kannski viljað fara í uppstillingu og biðja fleiri sæti þar eða setja ykkur kvóta, sko. En þetta er bara stjórnmál, maður verður bara skipulagt sem betur og leggja harðar að sér. Já, og hefur gilt einu hvort það hefur verið uppröðun, uppstilling eða prófkjör, skiptir engu máli hvaða form hefur verið notað, bara ungt fólk hefur ekki náð árangri hjá Samfylkingunni í Reykjavík. Uppstillingar er náttúrulega gengið betur, menn þar koma í gegn Ragnar Sigurðardóttir, Jóhann Páll, Kristrún kom inn sem ung, sko. En prófkjörin, það er vesenið, sko. Menn það er líka bara að keppa við fólk sem að búið að vera borgarfulltrúi á launum í 4 ár, getur lagt mikið í það, búin að mynda tengsl, þá þarf bara þetta auka púst þegar að byrja með, sko. Og hvað, eins og ég sagði þann, 6 fulltrúar að berjast 2 sæti. Hvernig er kynjaskiptingin? Kynjaskiptingin er þannig að það er 1 kona og 5 strákar. Þetta er svona, bara munstur sem sjáum í öllum unglingahreyfingunum að strákar eru mjög duglegir þessar myndir. Er það? Já, það er mikið það, sko. En við erum með mjög öfluga konu í framboði sem heitir Birta. Svo erum við með Stein Ólaf og Þorvarð, Eirík Búa og Daniel Gauta. Já. Þetta er mjög áhugavert, sko, að það sé bara 1 kona í framboðið en svo er ríkisstjórnin skipuð 3 sterkum konum, valkyrjurnar stundum kallaðar. Maður hefði kannski ætlað að framganga Kristrúnar sem er náttúrulega vinsalasti stjórnmálaleiðtogi sem við höfum séð hér í áratugi, að hún verði ungum konum svona fyrirmynd og spýti í það að ungar konur kveði. Já, hún er klálega mikil fyrirmynd, sko, en ég veit bara ekki alveg af hverju þetta er, af hverju, Strákar náttúrulega færa sig í hópum, það getur líka haft það. En ég meina, ég lika breyst bara sem ég byrjaði. Mér fannst það að, sko, eða þú veist, þá held ég fleiri stelpur strákar sem voru að taka þátt eins og UJ, sko. Svo er þetta bara aðeins svona. Já. Þetta kemur svolítið óvart. Haldið þetta sé eins hjá hinum hreyfingunum, semst? Já, mér finnst þetta að vera svolítið bylgja, sko. Mikið að strákum. Og þá einhver stráka kúltúr, upplifir þú það? Nei, ekki í okkar hreyfingu, sko.
en kannski hjá einhverjum öðrum. Já, kannski líka ekki of mikið að strákum, það bara of lítið af stelpum. Það svona... Ég sá eitthvað myndband á samfélagsmiðlum sannarlega eitthvað sem ég held að orðið strákakúltúrun á ekki einu sinni yfir að það var bara verið að tala það verið gellur og frýr bjór, þetta var hjá miðflokknum. Já. Hvað finnst ykkur það? Það bara mjög leiðilegt sko, að það sé verið að, þú veist, markaðssetja, þetta svona og bara þessi hlutgerfing sko, bara mjög sorglegt sko. Kommentur á þér á þetta? Já, ég meina Viltu tjá þig? Ungi miðflokksmenn er alltaf bara að hátta sínum málum eins og þeir vilja sko. Þeir eru skora með þeim aðferðum sem þeir nota. Já, ég meina gellur og bjór, þetta er alltaf selt sko. En þetta er ekki gott. Nei, þetta er ekki smekklegt sko. Þetta er ekki smekklegt. Nei. Þekkið þið öll þessa 6 frambjóðendur sæmilega svona? Já, þeir eru svona missnýr sko, sem er búin að vera lengi. Já, þetta er óbúrslega breytt í þessum hópi sko. Já, það er það sko. Við erum með hana Birtu sem kemur úr atvinnulífinu, hefur að starfa sem markastjóri hjá rekstrarstjóri hjá Tulipop, hefur verið í því, svo erum við Stefán Pettersson sem er bara fæddur og uppalinn inn í Reykjavík, en svona salt of the earth sko, gæi. Svo er Eiríkur Búi með 2 ung börn. Laugardalnum Eiríkur Búi hefur verið lengi að starfa á borginni þar inni, svo erum við Steinur Laf sem hefur verið á gólfinu, grunnskólakennari í áratug og Daniel Gauta, leikskólakennari. Menn þetta er bara, þetta sýnir svona litrófið sko, hvað er mismunandi fólk innan UJ og Samfylkingar. Hvenær hættir maður að vera ungur jafnaðarmaður? Hvað getur maður að vera gamall til þess að vera? Upp í 35 ára. Upp í 35? Þetta er rétt dottin út. Það fór það. Heyrðu, og eru áherslur þessara frambjóðenda ólíkar? Já, en það er svona ákveðið munstur, þú veist, fólk er náttúrulega að tala um leikskólamálin og rekstur borgarinnar og skólakerfið, þú veist, þetta er svona breiðu strókurnar sko, finnst manni. Já. Þetta er svona kannski, fólk er kannski aðeins að spila á sína styrkleika, menn að þau hafa komið mismunandi bakgrunni og það er kannski leggja áherslu á hluti sem að þau telja að þau hafa trúverðleika sko. En þetta er svona eðli mál samkvæmt, þeir eru að fara svona, sko, út með fólk sem er allt í samflokki og svo líka allt ungt fólk í samflokki, ánlega þetta svipaðar skoðanir sko. Já. Sko, maður finnur svolítið fyrir því bara í heita pottinum í sundlögunum að reykvískum almenningi finnst vera orðið bara svolítið hátt upp til borgarfulltrúa og þeim finnst borgarfulltrúar aftengdir. Bara svona þessu hversdagslega lífi. Við náttúrulega vitum hvernig umferðin hefur þróast vandræðið með húsnæði, það eru leikskólamálin, það eru einhver skrímsli sem spretta upp, eitt kallast græna gímaldið og eitthvað svona og fólk er bara, við sáum það líka í könnun, Óli Harðar sagði í frétt sínar í gærkvöld í sjónvarpinu að mælingar mæla bara, þú veist, króníska óánægju borgarbúa með fulltrúana sem eru í borgarstjórn. Gildir einu hvort erum að tala um meiri hlutan eða minni hlutan. Minni hlutin er eiginlega hann er eiginlega sko enn óvinnsælli heldur en meiri hlutin. Spurningin er, þetta er svolítið á ykkar vakt sko. Nú verður þið bara að axla þá ábyrgða sem ungir jafnaðarmenn og samfylkingar sinnar, þá ber samfylkingin einna mesta ábyrgð á þessu, myndi maður ætla að það er staðis að samfylkingafólk hafi verið fyrir hina venjulegu alþýðu, þá virðist vera sem að sé einhver gjá þarna milli. Hvernig skýrið þið þetta? Já, ég meina, ég held bara, við höfum náttúrulega verið mjög lengi í borgarstjórn og svona sami taktur og þá hefur kannski ekki verið nógu mikil áhersla svona seinustu ára á grunnþjónustuna bara. Og kannski, fullmikið svona gæluverkefnum sem að fólk kannski tengir ekki alveg við, þannig að ég held að fólk, þú veist, bara eins og leikskólamálin, það bara er ekki ánægt með þau náttúrulega og borgarlínan hefur ekki gengið nógu hratt og svona fólk er ekki nógu mikið sem að fólk kannski finnur fyrir svona daglega lífi sko. Já, þú nefnir borgarlínu, það er rosa margt sem er alltaf á döfinni og er alltaf að plana eitthvað, en fólk upplifir eins og það sé bara ekkert að gerast. Nei, við megum líka ekki sko
þú veist að ég held sem mjög mikilvægt þessu borgarlínu, menn þetta er bara mögnuð samgöngubót fyrir allt höfuðborgarsvæði. Þetta eru hlutir við eigum að hugsa til langs tíma að byggja upp borg, en eins og við Samfylkinguna sem eru lengi í meirihluta, þú veist, það þetta okkar að fólk upplifi að það sé verið að vinna fyrir þau, að þetta skilir sér betri þjónustu fyrir þau og það þýðir ekkert bara að velta sér á hliðina og vera eitthvað að byrja yfir kjósendum, sko. Ég meina almenningur, þú veist, svona almenn óánægja meðal almennings. Þýðir bara að fólki líður ekki eins og sé verið að vinna fyrir þau og það sé ekki verið að skila árangri og það það sem við þurfum að gera betur, og við þurfum að einmitt vera meira fókus á þessar hluti sem að skipta máli í daglegu lífi á sama tíma og við erum að hugsa stórt og til framtíðar. Af því það skiptir máli að maður byggja borg, sko. Það eru borgarfulltrúar eins og Sanna Magdalena Mörtudóttir sem að mælast með mjög mikla persónulegar vinsældir og fólk nefnir hana sem svona, já, ein af þeim fáu sem að nenna að taka slaginn fyrir almenning og hitta fólk og allt þetta. En sko, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að ungir fulltrúar Samfylkingarinnar, ef þeir komast í borgarstjórn, að þeir geti leyst þessa ómenningu af hólmi? Að þeir geti skipt henni út og komið með betri menningu, meiri auðmýkt? Já, ég held að það sé bara klárlega komið tími á eitthvað af nýju fólki, sko, og bara enn betra ef þau eru ung, hafa svona ferska sýn og kannski, er ekki einhvern veginn búin að móta alveg, eða þú veist. Nei, fá bara að horfa á hlutina fyrst skipti aftur, og ég held að og sem maður heyrir svona hjá þessum ungu frambjóðendum, það er bara ótrúlega mikill vilji til að fara að forgangsraða fjármagni betri á Reykjavíkurborg, leggja meiri áherslu á þessa grunnþjónustu sem að skipta fólk máli frá degi til dags og færa svolítið upp úr hugmyndafræðilegum skotgröfum, skilur, bara einmitt að einbeita sér að því skiptir raunverulega máli. Eitt sagði við mig einhverju sinni þegar allt var teft í ruslamálunum og hlóðst upp ruslið heima á fólki. Það væri sko svona grunnþjónusta sveitarfélaga að væri rauninni mjög einföld. Þetta væri skaffa lóðir, taka ruslið hjá manni, sjá til þess að það væri leikskólapláss en ekkert að því var í lagi þegar þau ummæli féllu. Nei. Þetta er algjörlega eitthvað sem okkar frambjóðendur tala mikið sko. Bara þú veist, stóru atriðin þurfa bara að vera í lagi, skilurðu. Það er bara aðhlutverk sveitafélagana. Já, maður verður samt á að segja, skilur, ég held að við þurfum að sinna þessari grunnþjónustu vel, en við eigum samt að leyfa okkur þegar að skipuleggja stóra höfuðborg að hugsa til framtíðar. Við eigum ekki bara að vera í við þurfum að stjórnmálamenn eiga að hafa skoðunar á hvernig borgin byggst upp og hvert ætlum að stefna samfélag og ég held að það sé að þessi fólk vill alveg frá stjórnmálfólki sko. En bara til þess að fólk hafi þol fyrir því að það vita við lagi. Nákvæmlega. En sko þið nefnið það að þetta eru þaulsetnir borgarfulltrúar Samfylkingarinnar og ég verð nú bara að segja það að sumir þeirra eru nú ekkert sérstaklega vinsælir. Það verður nú bara að segja þá hluti eins og þeir eru. Standið þið með því að Heiða leiði Samfylkinguna áfram sem borgarstjóri? Það er spurning. Hún sko hefur staðið sem ég vel í velferðarmálum og svona, þannig að það er alveg, hún hefur sína styrkleika sko, en það er líka bara spennandi að sjá hvort að einhver annar gefur kost á sér. Já, er verið að leita? Ég bara veit ekki sko, eins og stað núna og neini frambóði. Og ég meina við erum bara að sjá, ég held sem mjög gott fyrir hana alltaf að fá að fara inn í prókjör og sækja sitt umboð til félagi flokknum. Ekki spurning, bara styrkja sína stöðu sko. Algjörlega, og ég meina Sæði fyrir ykkur borgarstjóraefni og oddvita Samfylkingarinnar sem væri undir 35 ára aldri? Það getur verið. Það er bara eftir hvað fáum sterkt umboð úr þessu fólkblokkir, sjá hvað gerist. Já, einmitt. Þetta er spennandi. Já. Ég var að ræða aðeins svona framistöðu ríkisstjórnarinnar sem er borin uppi af ykkar oddakonu. Já. Kristrún Frostadóttur. Nú mikið hafæri út af samgönguáætlun. Hér var Steingrímur J. Sigfússon, gamall refur fjármálaráðherra og samgönguráðherra fyrrum og formaður VG. Hann var í spjalli við mig í gær við Rauðaborðið. Hann segir að ríkisstjórnin eigi að taka tilbaka þessa ákvörðun með að kippa Fjarðarheiðargöngum úr leik og Siglfirðingar myndu fyrirgefa það sé bara þannig að það hafi verið komin tími á göngi þessum landshluta og hafi ríkt traust og svona hefðir í þessum efnum að þú eigir ekki geta rift fyrra samkomulagi og sátt og samstöðu sem að var á einhverjum tímapunkti Fjarðarheiðargöng.
Hvað segirðu það, Jóli? Já, ég meina, Steingrímur náttúrulega veit sitt hvað göng, sko. Hann veit með valaði göngunum. En ég meina, draga tilbaka. Ég meina, Sigurður Ingi kynnti sem samgönguáætlun var bara engan veginn fjármagnað. Hann vissi ekkert hvernig hann ætlaði að gera þetta og ég efast hann ætlaði að standa við þetta einhvern tímann. Auðvitað ótrúlega erfitt fyrir, ég bara skil reiði Seyðfirðinga óbúslega vel, sko. En Fjarðargöng eru dýrgöng, þetta erfið framkvæmd og eru ótrúlega margir jarðgangakosti sem við viljum ráðast í. Svona ákveða að forgangsraða núna og mér finnst leiðilgönn umræðan hefur fest í þessu bara forgangsraðun jarðgangna. Á meðan að samgönguáætlun ótrúlega margir aðrir hluti líka, sko. Fyrsta lega mann bara mjög ánægður að við séum loksins með trúverulega áætlun að byrja að bora göng. Við höfum ekki byrjað að bora ný göng síðan 2017, sko. Ég held að Færeyingar hafi borað 8 á sama tíma. Og svo hefur verið þarna að setja full fjármagna viðhald loksins í vegakerfinu. Sko, við höfum verið að safna upp innviðaskuld í vegakerfinu sem mun kosta okkur fólk sem að nota veginn framtíð og bara framtíðarkynslóðir ótrúlega mikið og þetta svo við ræðum ekki nóg mikið, sko. Og ég keyri 60 ferðir yfir Skjálfandabrúna í kynninni heima á sumrin sem sko skilti ein breið og löng. Ein breið og skilti sem segir að ef að vöruflutninga færa hann yfir þá myndur hann bara brotna, sko. Og sem bara, og þetta til dæmis þar séum við að vera að fara að ráðast í hana af því að það búið að tryggja fjármagn. Ég maður samt sakna hennar pínulítið. Já, það var svona hjartaði mann, ég var þegar maður var frá fótboltaæfingar, ég var alltaf að keyra með sem keyrði bara á 100 yfir brúna maður. Þyrsti svona, sko. Allt fólk sem nýkomið með bílpróf, það var svona, byrju, nú þarf ég að vanda mig rosalega, bara reykast ekki út í handrið. Já, ég mun eiginlega sakna mest bara að taka þennan, sko, maður kemur yfir. Takk fyrir að bíða. En sko, ef almenningur á Íslandi, og nú ég ekki að tala stjórnarandstöðuna, bara af því mér finnst alltaf mikið ákalli á almenningi að það sé að mynda svolítið breið samstæða fyrir því að Austfirðingafjórðungur, Austurlandsfjórðungur, hann sé bara í mjög mikilli hættu ef Fjarðarheiðargöng verða ekki sett á dagskrá. Ef það kemur svona ákall frá almenningi, finnst þér, Sofía, að ríkisstjórnin ætti að hlusta á svoleiðis? Verður hún bara að halda kúrs? Já, ég veit það ekki, sko. Nei, það er snúið spurning. Já, þú veist, ríkisstjórnin hefur náttúrulega lagt áherslu að það er ekki hægt að gera allt fyrir alla. Nei. Og einmitt að, sko, breyta ekki kúrs þó einhverju sé óánægðir, skilurðu. Þú voru að taka erfiðar ákvarðanir. Þannig að ég bara... Já. Hvað ákall frá almenning, það var líka bara ansið sterkt ákall að fara í Fjarðargöngin frekar heldur Fjarðargöngin, þarna fyrir austan. Það var bara verið að safna stórum undirskritalista. Já, þeim ber samt ekki saman það, svona viðmælendum á Austurlandi. Þetta er flókið. Ég held að sko fólki þegar það er búið að fá eins og þarna, þar er Fjarðargöngin sett framar, styttraði þau, það var hópur sem maður vildi það mjög mikið og maður fann það þegar maður fór austur fyrir kosningar. Það var bara ekkert, þetta er ekki alveg svona einfalt, sko, og einmitt, ef maður ræðir hvað mun skila Austfjörðum miklu. Þarna er bara verið að hringtengja Austfjörði 350 daga ára, eða ekki? 350, 345. Og þarna er verið að gefa Seyðisfirði aðganga mjög stóru atvinnusvæði á Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði, Eskifirði, Neskaupstað, segi ég fyrir ekki, maður er ekki alveg með þetta. Og sem mun bara þýða sko ótrúlega góða hluti fyrir ferðaþjónustöðuna, fyrir atvinnutækifæri og mér finnst alveg leiðinlegt að sé verið að tala það svona mikið niður, sko. Ég ætla að fá segja alveg sveið, sko. Lítum okkur þá nær og förum aftur til höfuðborgarinnar. Finnst ykkur að ríkisstjórnin hafi gert eitthvað til þess að bæta hlutskipti ungs fólks? Ég meina, þið þekkið þessa umræðu, það er mjög erfitt að eignast húsnæði sem ungar manneskjur. Það eru áskoranir með leikskólapláss víða og allur fjandinn. Ég hef sagt það áður að 1 minna barna velur Noreg núna bara umfram Ísland eftir að hafa mentað sig hér og búi hér og ríkið stofnandi kostnaðar, svo missum við fólk bara út í heim bara út af þessu. Finnst ykkur að ríkisstjórnin og ykkar foringi hafi gert, Kristrún Frostadóttir hafi gert það sem að þarf að gera fyrir ungt fólk? Já, fyrsti húsnæðispakkin er alltaf mjög góð byrjun. Felur í sig náttúrulega, já, festa hlutdeildarlán í sessi og ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán
komin einhver fyrirsjáanleiki í það sko, að rásta séranspennan sem að þýðir bara mikið fyrir fyrstu kaupendur, saman með hlutdeildarlán eða bara miklu fleiri sem að geta tekið hlutdeildarlán núna heldur en var. Þetta voru að vera með sko, þú veist, mjög snemma komið of mikla tekjur til þess að fá hlutdeildarlán og svo verður maður að setja í samhengi við ákveðnum seðlabankastjóra. Já, svo það mitt bara stærsta sko, fólk sko vil stundum láta eins og, þú veist, málefni ungsfólk sé bara eitthvað mjög nýs, skilur á meðan, þú veist, 5 vaxtalækkanir á árinu bara huge fyrir ungt fólk og já. En Seðlabanki gerir nú samt eiginlega allt sem hann getur til þess að torvelda það að ungt fólk eignist húsnæði. En það verður bara að segja þess. Já, ég meina það er bara ákveðið markmið hjá þeim, skilur, þegar við erum að kæla markaðinn. Já, en margir efast að vinnuaðferðir Seðlabankans séu réttar. Það eru til mörg önnur sjónarhorn á hagfræðistefnu Seðlabankans heldur en það sem þeir flagga sjálfur. Og sumir segja að skorti pólitískt hugrekki hjá manneski eins og Kristrúnu bara að vaða í Seðlabankan. Ég ætla að segja að það er bara ótrúlega mikilvægt að Seðlabankinn haldi sínu sjálfstæði. Alveg saman hvaða vitleysu hann gerir. Já, og að stjórnmálamenn séu ekki að hlutast til ákveðna. Það er bara sko, þetta er bara ótrúlega mikilvægt þáttur peningastefnu. En það sem ég vil tala var sko lánþegaskilin. Ég meina 2 dögum eftir ríkisstjórnin kynni fyrsta húsnæðispakkann, þá rýmkað á lánþegaskilum hjá Seðlabankastjóra eða Seðlabankanum. Þannig að nú getur fólk fengið 90% lán í stað 85%, heimild bankana til þess að lána umfram hámarksgreiðslubyrði, hlutfall lána, það hækkað úr 5% í 10%. Þetta þýðir bara ódýrara fyrir ungt fólk komast á markaðinn, fleiri komast að. Og heldur þetta muni raunverulega leiða til þess að fólk sjáu tækifæri sem áður mætti loka undir? Tölum bara 85% versus 90% lán. Það er bara að tala að þá þarf að eiga ef við tölum 70 milljónir króna íbúð, fyrirfram þurftir að eiga einhverja 10-11 milljónir, nú þurftir bara að eiga 7. Þetta er sem raunverulega munar. Menn hvað þarf að safna miklum pening? Það er það sem tekur tíma og sem fólk er eiga erfiðleikum með. Það er að ná út í þetta. Já, standast greiðslumat og svona. Já, líka standast greiðslumat. En ég meina ríkisstjórnin hefur líka, þú veist, helmingað hallan á ríkissjóði á einu ári. Þú veist, það er bara galið, sko. Já, hvað skuld. Það er ógeðslega vel gert, þannig að það hefur náttúrulega hellingsáhrif, sko. En hvað með leigumarkaðinn? Það, eigið ekki marga vini sem leigja? Ég er leigi, sko. Já, þú leigir sjálfur. Ég held að hafa sagt mér einhvern tímann að þú byggir við ágætar aðstæður í þeim efnum. Já, ég hef frekar gott. Ég leigi bara með 3 vinum mínum 100 áskall á mánuði, skilur ég svona. Þetta er lítil íbúð, en hún er fín í billi. En ég meina, það er bara verið að takmarka til dæmis hvað má nýta sem Airbnb, þannig að vonandi fyrir meira að nýta sem leiguhúsnæði. Það er hafa sett á, það er frumvarp núna sem er svona, það sem ég myndi kalla einhvers konar ígildi leigubremsu, sko, sem má ekki fara inn eina leiguhækkanir fyrstu 12 mánuði eftir að samningur er gerður, sem að mun skila sér í lægri leigu fyrir ungt fólk sem er á leigumarkaði, sko. Og við þurfum bara að fara að tryggja meira og það sem er verið að gera, að fólk sé ekki að fjárfesta í íbúðum og halda þeim endalaust, sko, heldur að séu nýttar sem húsnæði fólks og séu raunveruleg hvatar í kerfinu til þess að sé fólk sem býr í íbúðunum. Er í lagi að segja helvítis anskotsins djöfs pakk þegar maður þingmaður samlingar og forseti Alþingis? Ég vók í lifi góðu lífi, maður vák sjálfstæðarflokkur, maður bregðar yfir. Nei, ég meina. Það var ekki bara sjálfstæðarflokkurinn, Ríkisútvarpið lét bara í gær eins og það hefði orðið hópslis og þetta var mjög framalega í kvöldfréttatímanum öllum þessum dögum síðar og svo bara heilt kastljós og fórum kölluð til og er þetta bara fyndið? Hún baðst afsökunar á þessu. Ég held að það bara verið gott, sko. Er þetta orðin einhver farsi? Er ekki grunnreglan að forseti Alþingis á ekki tala svona? Þetta var óheppilegt og Þórunn var bara til fyrirmyndar í þessu viðtali í gær. Hún stóð sig, ég er svo ánægð með Þórunn alltaf. Já, hún er frábær. Er ekkert sem þið gagnrýnið vegna þess að nú var það alltaf þannig í gamla daga með ungliða í stjórnmálahreyfingum að þeir voru eitt besta aðhaldið sem að móðurflokkarnir gátu fengið. Það var alltaf verið að senda ályktanir hér í gamla daga þar sem að hjólað var í móðurskipið, sko. Já, við erum bara í góðu sambandi við, þú veist, kjörna fulltrúa, sko, og okkur finnst alveg hlusta á okkur, sko. En þeir eru ekki í góðu sambandi við stjórnun borgarinnar eins og samanber það sem við vorum að tala á þannig að ykkar rödd hefur bara ekkert heyrst. Það bara hefur vantað unga borgarfulltrúa. Nei. Þurfum við ekki bara að vera með meiri dólg?
Jú, kannski. Eflaust. En ég meina, við hefum svo líka sagt, skilur, að við ætlum ekki núna þegar við erum komin þá stöð að Samfylkingin sé ríkisstjórn að fara að leita hlutum til þess að gagnrýna sérstaklega, skilur. Ég er bara mjög ánægð með hvernig ríkisstjórn hefur starfað og hvað hefur verið að gera, sko. Og við erum náttúrulega í ungu jafnaðarfólki bara því að við erum jafnaðarfólk og við erum náttúrulega mjög ánægð með ríkisstjórn sem er leitt af jafnaðarfólki. Og þetta er jafnaðar ríkisstjórn. Þetta er jafnaðar ríkisstjórn. Er hún ekki vel til hægri eins og margir segja? Nei, ég myndi ekki segja það. Ekki? Nei. Ég held að hún sé bara þarna er bara að vera að sækja tekjur fyrir ríkissjóð þarna er verið sko í staðin fyrir að fara einhver niðurskurð til þess að laga allan, það verið að sækja tekjur það er verið að fara að bæta velferðarþjónustu sameiginlega innviði í samfélaginu þetta er bara jafnaðar hugsjón sko. Margir segja að vinstri sé bara dautt og það eigi sér enga málsvara og það er rætt umhverfisvernd og svona stöðu jaðarhópa og þeirra sem eru verst. Ég meina, ég alveg sakna ákveðna flokka af þingi sko, ég vil alveg hafa aðhald frá vinstri líka sko og það verður náttúrulega mjög gott fyrir okkur bara en ég veit það ekki. Já, þetta ekki líka bara leðilt að við dotti út en við fengum frábæra ríkisstjórn líka sko. Við verðum þetta snýst fyrst og fremst að ná árangur við fólki í landinu sko. Ekki bara að sé verið að segja réttu hlutina í ræðustól sko. En þetta verður gaman að vera með róttækan vinstrilokkaninn en það er líka bara ég held að bara ótrúlega mikið af róttæku vinstri fólki í þingflokki Samfylkingarinnar sko, sem heldur uppi virku aðaldi. SB, já eða nei? Já, ég er bara mjög ánægð með niðurstöðuna sko, eins og að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Að fara í tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðslu eftir 4 ár eða núna 3 ár. Ég held að það sé bara laust sem að flestir ætti að geta sætt sig við sko, hvort sem þeir eru miklu Evrópusinnar eða ekki. Við þurfum að vera með bara yfirgnæfandi meirihluta fyrir þessu og bara að gefa fólki tíma til að taka samtalið mjög gott. Þú ert vissum að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram á þessu þingi vegna þess að við sjáum það að stjórnarandstaðan er með gríðarlega öflug vopn í að teppa alla hluti. Það var náttúrulega málþófið í sumar sem tók einhverja mánuði þarna. Þórunn er líka öflug. Þórunn var öflug þar, já. En núna sko í gærkvöld þá var þegar þingfundi var frestað þá var bara sko þvílíka mælendaskrá en önnur umræða kílómetragjald og það er alveg ljóst að minnihlutin ætlar ekki að leyfa meirihlutunum að koma mörgum málum í gegn og þá veltum maður fyrir sér eru risamál eins og þessi þjóðaratkvæðagreiðsla kemst þetta nokkuð á dagskrá? Fyrir lok ársins 2027 við erum bara að sjá hvað gerist vonandi sér þessi minnihluti sóma sinni því að leyfa að lýðræðislega kjörni stjórna landinu sko. Já, Þórunn, Guðrún sagði nú einu sinni sjálf að þjóðinni væri treystandi til að velja með SB sko, en það er spurning hvort að hún fara aftur þangað. Guðrún Hafsteins. Sjálfstæðisfólk hefur líka sagt það, en þau eru rætt við að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu en þau vonandi stoppa það ekki. Já, ég meina það er bara komin tími til, ég held að allir muni sjá það sko. En stórútgerðin ræður nú alltaf meira og meira. Nú er hún farin að eignast Dominos og eitthvað fleira og það verður nú djöflast fjölmiðlana. Já, geðlegt að hagsmunaaðilar skipti sér af samfélagsmálum. Það er ekki eðlilegt að einn hópur eignist smám saman allt í landinu og þar á meðal skoðanir þínar og mínar vegna þess að ef við erum öll farin að vinna hjá sömu öflunum þá erum við ekki frjálsaði að hafa skoðanir. Ég held að þetta er umhverfað bara safnast upp grífurlegt fjármagn innan sjávarútvegsfyrirtækin þessar stærstu sko og að hafa peninga til þess að vera fjárfesta svona. Ég meina, ég held samt að þjóðin sé smá farin að sjá gegnum þetta sko. Morgunblaðið og Sjálfstæðisflokkurinn að tala máli. Ég meina, maður sá það á stuðningnum við veiðigjaldafrumvarpið. Þú veist, leið og almenningur upplega að útgerðin væri að reyna eitthvað að segja mann eitthvað þá bara kom andstæðan sko. Gaman að spjalla við ykkur, gaman að finna að þið brennið fyrir pólitík. Eitt okkar er að fara á vakt í leikskólanum, þannig að nú verðum við að hætta þessu. En til hamingju með þetta nýja skref og vonandi leiðara til þess að ungt fólk, ekki bara innan Samfylkingarinnar, heldur bara fleira ungt fólk í öllum flokkum eigi sér málsvara inn í borgarstjórn. Takk fyrir spjallið, Sofía og Jóli. Takk hérlega. Og við ljúkum með þessu spjalli dagskráni í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Takk fyrir að fylgjast með okkur þetta kvöldið. Ég vil minna á það að ef þið hafið lengi velt því fyrir ykkur að þið ættuð að styrkja samstöðuna
En hafið ekki komið í verk, þá hægðarleikur að fara inn á vefslóðina samstöðin.is og finna þar hnappinn áskrift og haka við stuðning sem aðeins nemur að lágmarki 2.750 krónum sem munar engu fyrir ykkur sem eruð aflögufær eins og hálfur hamborgari með frönskum í miðbæ Reykjavíkur en hefur allt að segja fyrir okkur og án stuðnings verður samstöðin ekki sá fjölmiðil sem hún hefur verið og án stuðnings eflust við ekki enn frekar. En takk fyrir að fylgjast með okkur, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.